Jamræ evrópskt verkefni gegn sýklalyfjaónæmi sem tengir saman heilbrigði fólks, dýra og umhverfis í anda einnar heilsu. Markmiðið að vernda sýklalyfin sem vernda okkur. Verkefnið Skissum sýklalyfjaónæmi nýtir listina til að tengja okkur við sýklalyfjaónæmi og gera það sýnilegra og skiljanlegra. Götusýningin sameinar 30 teiknara frá 30 Evrópuríkjum sem að tengja saman vísindalega þekkingu sýklalyfjaónæmi og myndskreytingar sem vekja okkur til umhugsunar. Ísland þátttakandi í þessu verkefni. Fulltrúi Íslands listamaðurinn Hugleikur Dagsson sem með sínu framlagi undirstrikar mikilvægi dýralækna í skynsamlegri notkun sýklalyfja. Við vonum að sýningin hjálpi fólki að sjá sýklalyfjaónæmi í öðru ljósi og skilja betur af hverju verndun sýklalyfja sameiginlegt verkefni okkar allra. Sýklalyfjaónæmi ein helsta ógn við lýðheilsu í heiminum í dag. Sem betur fer staðan á Íslandi nokkuð góð, allavega í hlutfalli við mörg önnur lönd. En staðan versnar sífellt og við erum ekki eyland í þessu samhengi. Við ferðumst mikið, við flytjum inn mikið af matvælum og við erum hluti af hinu stóra alþjóðlega samfélagi. Þannig þetta vandamál einnig okkar vandamál. Mér finnst þessi sýning vera afar merkileg. Sérstaklega vegna þess að hún gerir ósýnilegt vandamál sýnilegt. Sýklalyfjaónæmi snertir ekki aðeins heilbrigðisþjónustu, heldur líka heilsu manna, dýra og umhverfis, eða það sem við köllum venjulega eina heilsu. Við berum öll ábyrgð á því að sýklalyfin virki áfram með komandi kynslóðum, börnum okkar og barnabörnum. Við getum tekið þátt í því með því að vera meðvituð sýklalyfjaónæmi, vita hverjir helstu áhættuþættir sýklalyfjaónæmis, reyna að koma í veg fyrir eða draga úr þessum áhættuþáttum eins og hægt er. Já, þegar þetta verkefni rataði til mín, það að segja það verkefni að myndskreyta fróðleik sýklalyf og bakteríur. Þegar þetta rataði til mín þá verði ég viðurkenna að ég var ekki með neina hugmynd hvað ég ætti að gera. Vegna þess að ég veit ekkert sýklalyf og bakteríur. En síðan fékk ég þær upplýsingar að ég ætti að vera að tala dýr í samhenginu sýklalyf fyrir dýr og bakteríur og áhrif þeirra á dýr og slíkt. Þannig að þá fattaði ég það að ég veit jafn mikið á dýr sýklalyf og bakteríur. Þannig að ég setti mig bara í spor þess að moffa þarna og teiknaði rauninni út frá því. Það var gaman.